daginn, kæru sískin, og velkomin í loftsalinn í dag. Við skulum hefja stundina á því að biðja saman. Kærleiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman og tilbeðið þig í húsi þínu. Þakka þér fyrir kærleika þinn og allt sem þú gerir fyrir okkur. Þakka þér fyrir fórnina sem þú færðir fyrir okkur og þakka þér fyrir vonina sem þú hefur gefið okkur að við fáum bráðum að fara heim. Viltu fyrirgefa okkur það sem við gerum rangt og við leggjum stundina í þínar hendur og byrjum að vera með okkur fyrir anda þinn. Við þökkum þér og lofum þig í Jesú nafni. Amen. Og þá byrjum við með því að Samúel les hérna fyrir okkur. Nafn hans mun vera Immanuel, Guð með oss, birtuleggur, af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá óskasjónu Jesú Krists. Frá eilífð var drottinn Jesú Kristur eitt með föðrum. Hann var ímynd Guðs, ímynd mikilleika hans og hátignar, ljómi dýrðar hans. Hann var í heimi borinn til þess að opinbera þessa dýrð. Hann kom í þennan syndum myrkvaða heim til að opinbera ljós Guðs, kærleika, til að vera Guð með oss. Þess vegna var hans báð. Nafn hans mun vera Immanuel. Takk fyrir þetta. Og þá finnum við okkur sálminn númer 91.
Komu frelsarans var spáð í Eden þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgjörnu syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstir fengu það dóu án þess að sjá hana. Allt frá dögum Enóks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn ættfeðra og spámanna og hélt það við voninni komu hans, en þá kom hann ekki. Spádómur Daníels tiltók komutíma hans, en ekki túlkuðu allir boðskapinn rétt. Aldir liðu, raddir spámannanna þögnuðu, hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðubúnir að segja: tíminn dregst og allar vitranir reynast marklausar. En í áformum Guðs þekkist engin flýtir og engin senkun fremur en hjá stjörnunum á óravíðum brautum sínum. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafði tiltekið fóru allar hersveitir drottins út af Egyptalandi. Á sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla klukka tíma spennti á, þá stund fæddist Jesús í Betlehem. Og næst skulum við syngja sálma númer 113, Þú borgin litla Betlehem. Við skulum taka upp gjafir núna. Þær renna í, alltaf renna ekki safna þessu.
Já. Svo hægt að leggja inn þeir sem að vilja inn á reikningin. Og svo vil ég minna á kristnibóðskörfuna sem fram við dyr. Já, kærleysiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir að við höfum nóg og við getum gefið til því smálefnis. Viltu blessa þessar gjafir og margvalda þær og gefa þær komið á góðu nótum við þitt málefni. Blessa þá sem gefa, í Jesú nafni, amen. Þá syngjum við sálminn. Nei, það er tónlistaratriði. Takk. Börnin ætla að koma og syngja fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Flott hjá ykkur krakkar. Og þá er barnasaga, Vigdís.
Hæ krakkar, gaman að sjá okkur hérna í dag. Mikið eru þið fín og takk fyrir söngin. Ég er með nokkra glærur og ef að tæknimennirnir myndu finna þær þá yrði ég rosa glöð því að ég er með nokkra fallega myndir. Já, þarna er fyrsta glæran og ég ætla að segja ykkur sögu sem er alveg sönn. Og hún gerðist fyrir 2000 árum síðan. Og þá ætla ég að fá næstu glæru. Það var einu sinni ung kona í landi sem við köllum í dag Palestína. Í þá dag hét þetta land Ísrael. Þessi kona, hún hét María. Og hún var mjög góð kona og henni þótti mjög vænt börn. Og það var maður sem hún var búin að lofa því að hún myndi giftast og hann hét Jósef. Þau ætluðu að giftast bráðlega, en ef við sjá næstu glæru. Einn daginn, þegar María var heima hjá sér, birtist henni engill. Og hann sagði, Guð ætlar að gefa þér lítinn son og þú skalt láta hann heita Jesú. María, hún var mjög hissa og sagði, hvernig getur þetta gerst? Ég hef ekki verið með manni. Og engillinn sagði, kraftur Guðs mun koma yfir þig og því mun hann, sonur þinn, vera kallaður sonur Guðs. Og svo skulum við sjá næstu glæru. Og dag einn vildi kóngurinn í þessu landi að allir myndu skrásetja sig svo að hann geti tekið skatta af fólkinu. Og María og Jósef, þau voru ættuð frá Betlehem og þess vegna þurfti að fara þangað þó að María væri ólétt og alveg bara við það að fara að fæða barnið. María sat á asnanum eins og þið sjáu þarna og Jósef leiddi hann og þau tóku með sér nesti. Pössuðu upp á það. Og svo eftir langt ferðalag þá var María orðin mjög þreytt og fann líka núna myndi barnið bráðum fara að fæðast. Og við skulum sjá næstu glæru. Og þau voru að reyna að leigja herbergi en það var ekki til neitt pláss. En það var einn maður sem sá að María, hún þurfti að fá að hvílast og hann bauð þeim að vera í fjárhúsi, sjáu þið. Bentum, já þið geti verið þarna inni, þar sem að húsdýrin voru. Og þessa nótt fæddist Jesú. Við skulum sjá næstu glæru. Og hann var lagður í jötu. Vitið hvað jata er? Vitið hvað jata er, krakkar? Það er það sem að setja heyið fyrir dýrin og þau borða heyið úr jötunni. Þar var Jesúbarnið lagt. En af hverju erum við að tala svona mikið Jesúbarnið? Hver var Jesú og hver er Jesú? Og við skulum fá að sjá næstu glæru. Þegar Jesús var orðinn stór, þá var hann að fara út all landið og hann var góður við alla. Hann var að gera góðverk. Og fólk leiddi til hans blinda menn, eins og þið sjáu, þarna er eitt barn að leiða blindan mann til Jesú. Og má ég sjá næstu glæru. Sjáu þið hvernig hann læknaði blinda mannin. Og svo skulum við sjá næstu glæru. Sjáu þessa gömlu konu, hún var svona rosalega bogin í bakinu og hún gat ekki beygt sig upp. Hún gat bara sé fuglana niðri á jörðinni, sjáu þið, og blómin. Hún gat ekki sé fuglana sem voru að fljúga upp í loftinu og ekki trén. Og vitið það, hún fór til Jesú og ég var að sjá næstu glæru hvað Jesú gerði fyrir hana. Hann læknaði hana. Hann var svo góður við alla. Og einu sinni kom maður til Jesú, við skulum sjá það á næstu glæru. Og sjáu þið, hann sagði, dóttir mín, hún er svo lasin að hún er alveg að fara að deyja. Viltu Jesús koma og lækna hana? Og Jesús fór, en á meðan að Jesús var á leiðinni, þá dó stelpan. Hún bara dó.
Og þá sagði fólk við Jesú, ekkert vera að koma. En vitið hvað Jesús gerði? Við skulum kíkja á það á næstu glæru. Hann læknaði hana, hann reisti hana upp frá dauðum. Sjáðu hvað Jesús var góður við alla. En það eru margir sem öfunduðu Jesú og þeir hötuðu hann af því að fólkið elskaði hann meira en þá. Svo þeir sem stjórnuðu landinu tóku hann og dæmdu hann. Skulum sjá á næstu mynd. Sjáðu þið, hérna er Jesús fyrir dómi og maðurinn sem er þarna alveg efst, hann dæmdi hann til dauða og sjáðu hvað hann er reiður í framan. Hann hataði Jesú. Svo var hann laminn og að lokum var hann krossfestur. Sjáum næstu. Sjáðu hvað þið gerðu við góða Jesús. Og svo fór hann og hann var lagður í gröf. En vitið það, því að hann var svo góður og hann var sonur Guðs, þá gat dauðinn ekki haldið hann. Við skulum sjá það á næstu. Sjáðu, þarna er gröfin, þar sem Jesús var inni þegar hann dó á krossinum og hann var lagður þarna. En svo, að því hann var sonur Guðs og hann hafði ekki gert neitt illt, þá vaknaði hann upp frá dauðum og hann fór út úr gröfinni og fór upp til himna. Og þar er hann einmitt núna. Og við skulum aðeins sjá næstu glæru, þar er ein gáta sem ég er með, má ég sjá. Já, þarna er mynd af Jesú upp á himni. Þetta er einhver listamaður sem sér þetta svona fyrir sér. En við vitum ekki alveg hvernig þetta lítur út. Og svo næstu glæru. Samuel, getur þú lesið þetta fyrir mig? Sérðu þetta? Má heyra. Takk fyrir. Hvernig er eiginlega verið að tala þannig? Hið sanna ljós kom nú í heiminn. Hvaða ljós kom í heiminn? Heimurinn tók ekki við hann. Hvernig er verið að tala þannig? Jesú, já. Þannig að hið sanna ljós. Við skulum sjá næstu. Sjáu þið, það er Jesú sem skapaði heiminn. Hann ákvað að koma hérna sem lítið barn og við erum einmitt að halda upp á það á jólunum. Að skaparinn okkar kom hingað til jarðarinnar til þess að lifa og sýna okkur hvernig við að vera, góð við hvort annað, fyrirgefa okkur öðru. Eru þið dugleg að tala við Jesú, krakkar? Eru þið dugleg að verja stund með honum? Hvernig tölum við Jesú? Tölum við Jesú gegnum síma? Má ég sjá næstu glæru? Skrifum við honum bréf? Nei, hvernig tölum við Jesú? Gegnum bænina, við sjáum það á næstu glæru. Sjáu þið stelpuna, hún er að biðja og hún er með biblíuna líka. Hún byggir bænina sínar á biblíunni. Við getum alltaf leita til hans ef það er eitthvað sem er að. Hann svarar alltaf þeim sem trúir, kannski ekki strax, en það kemur að því að hann svarar. Takk fyrir krakkar, þið eru rosa dugleg. Á völlunum þar sem Davíð gætti hjarðar sinnar voru enn fjárherðir nótt að gæta sauða sinna. Í næturkyrrðinni voru þeir að tala saman hina fyrirheitna frelsara og þeir báðu til Guðs og að konungurinn kæmi í hásæti Davíðs. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Þeir eruðu mjög hræddir en engill sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðinum. Yður er í dag frelsari fæddur sem er Kristur drottinn í borg Davíðs. Takk fyrir þetta og Samuel,
Ert þú með tónlistaratriði? Daginn. Með því að koma og dvelja meðal okkar skildi Jesús opinberlega Guð bæði mönnum og englum. Hann var orð Guðs, hugsun Guðs gerð heyranleg. Í bæn sinni fyrir lærisveinum segir hann: Ég hef kunngjört þeim nafn þitt. Miskunnsamur og líksamur Guðs, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Svo að kærleikurinn þinn sem þú hefur augsýnt mér, sé í þeim og ég í þeim. En þessi opinberun var ekki eingöngu gefin jarðneskum börnum hans. Okkar litli heimur kennslubók alheimsins, hið dásamlega náðar áform Guðs. Leyndardómur hins endurleysandi kærleika stefið sem englana fýsir að skyggnis inni, og það verður námsefni þeirra eilífar tíðir. Bæði endurleystar og ófallnar verur munu finna í krossi Krists vísindi sín og söng. Í ljósi munu koma að dýrðin sem skinn frá ósjónu Jesú dýrð sjálfs fornandi kærleika. Í ljósi frá Golgata mun sjást að lögmáli óeigingjarns kærleika lögmál lífsins fyrir himinn og jörð. Að kærleikur sem leitar ekki síns eigin á upptök í hjarta Guðs, og að í hinum auðmjúka og lítilláta birtist hugarfar hans sem býr í ljósi sem enginn fær tilkomist. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæði tvö. Og þá finnum við okkur sálmur númer 108.
María hugleiddi hinn víðfeðma og afdrifaríka spádóm Símeons, meðan hún virti fyrir sér barnið í örmum sínum og rifjaði upp fyrir sér orð fjárhirðanna í Betlehem, fylltist hún þakklátum fögnuði og björtum vonum. Orð Símeons myndu hana á hins spámannlegu orð Jesaja. Af stofni Ísai mun kvistur fram spretta og angi vaxa af rótum hans. Yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Réttlæti mun vera beltið lendar hans og trúfesti beltið mjaðmir hans. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guðhetja, eilíðarfaðir, friðarhöfðingi. Og þá syngjum við sálmi nr. 111. Tónlistaratriði. Elísa og Frey, það ekki?
Takk fyrir þetta, og þetta hugrök. Þá er Ísak, er hann einhvers staðar hér? Bróðir þinn? Já, þarna ertu. Fyrirgefðu. Vitringarnir yfirgáfu Jerúsalem einir, skuggar næturinnar voru að fagla, þau fóru út borgarhliðið, en sér til mikils fagnaðar sáu þeir eftir stjörnuna sem leiðbeindi þeim til Betlehem. Þeim hafði ekki verið gefið neitt hugboð sem smæð Jesú á veraldarvísu eins og á fjárhirðinum. Eftir langa ferð sína hafði áhugaleysi gyðinga valdið þeim vonbrigðum. Og þeir fóru frá Jerúsalem með meiri efasemd en þá þeir komið þangað í Betlehem fundu þeir enga konungslega varðsveit til að gæta nýfædda konungs. Engin virðingarmanna heimsins voru nýstaddir. Jesús hvíldi í jötu foreldra hans, ómennta bændafólk gæti hans einir. Gæti þetta verið sá sem hafði ritað hann skyldi endurræsa ættarkvíslir Jakobs og leiða þeim aftur. Þá varðveist að hafa af Ísrael og hann ætti að vera hjálpari til endimarka jarðarinnar. Takk fyrir þetta. Og þá syngjum við sálm númer 106. Þá fáum við að hlýða á einsöng. Það er hún Sigrún Rut.
Barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Guð hefur tekið á sig mannlegt eðli í persónu sonar síns og hefur flutt það í himinhæðir. Það er mannssonurinn sem er meðeigandi að veldistóli alheimsins. Það er mannssonurinn sem nefndur mun verða undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðarfaðir, friðarhöfðingi. Ég er meðalgangari milli Guðs og manns og leggur hendur yfir báða. Hann sem er heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum, telur sér eigi vanvirðu að kalla okkur bræður. Í Kristi er fjölskyldan á himnum og samfélagið á jörðu hvort öðru bundið. Kristur, sem er gerður dýrlegur, er bróðir okkar. Himinin er innilugtur í mannkyninu og mannkynið er umlugt í barmi hins takmarkalausa kærleika. Guð segir líf sinn: Þeir eru gimsteinar í höfuðdjásni sem gnæfa glitrandi á landi sínu. Já, hversu mikil eru gæði þess og hversu dýrleg fegur þess. Takk fyrir þetta, Sigur. Og nú er komið að lokum hjá okkur að við syngjum sálma númer 93. Þá þakka ég fyrir kærlega í dag og eru einhverjar tilkynningar. En allir velkomnir að fara niður í Aðventkirkju í Reykjavík sem er með samkomu klukkan 6 í kvöld af því að við verum ekki með neitt hjá okkur í dag eða kvöld og já, en ég þakka kærlega fyrir og óska ykkur öllum gleðilegra jóla.
I want to say something, but I think I need translation here. Well, we are here today because we believe that Jesus was born. Við erum hér í dag vegna þess að við trúum að Jesús fæddist And we are here because we are praising him for his coming to this earth as a man. og við erum að tilbyði hann og dásama hann fyrir það að hafa komið hér niður sem maður. Why did he need to come here as a man? Til hvers þurfti hann að koma hingað sem maður? Do you know that God cannot die? Vitið þið að Guð getur ekki dáið? So God has to die for us in Christ Jesus that was born here as a man. Þannig að Jesús Kristur dó hér fyrir okkur sem maður. So we are celebrate his birth here on earth because he was here because of me and because of you. Við erum líka að halda upp á það að hann kom hérna sem maður og hann gerði það fyrir mig og fyrir þig. And this is a glad moment. Og þetta mikil gleði stund. And you are here because you are my brother and my sister. Og þið eru hér vegna þess að þið eru systkini mín. And we are here to celebrate. Og við erum hér til þess að fagna. And I don't want to go here without hugging you. Og ég vil ekki fara hérna á þess að faðma ykkur. And I want everybody stand up and hug each other today. Og ég vil að við stöndum öll sama hérna upp og föðmum hvort annan. And give him a Merry Christmas. Og óski ykkur öðru gleðileg jól. And go around. We are a family. We are happy because God was born here for us. Og förum hérna á milli glöð og hamingjusöm yfir því að Guð dó fyrir okkur. If you are not happy in hungry people, just give him a hand. Og ef þið eru ekki glöð, þá skulle þið allavega rétta út hendina og heilsa. Because we are going out now, so I want you to go out with a warm hug for everybody. Ég vil að allir fari hérna út með hlýlegt faðmlag frá öllum. Let's stand up. Hefur að standa upp? Okay, please, let's start it. Og sí, gleðileg hátíð.